Velkomin í föstudagsþáttinn aftur. Til mín í sófan eru komnir Þorvaldssynir, en það eru Júlíus og Tryggvi. Þeir eru tvíburabræður og þeir spila tónlist. Velkomnir. Takk. Hvenær kviknaði tónlistaráhuginn hjá ykkur? Það var svona 4 ára að Frank okkar gaf okkur fyrsta gítarinn. Ok, sitt hvort gítarinn eða? Já. Vel gert, góð frænka. Erum við ekki stolt í dag? Jú, mjög. Og þá byrjuðu þið bara að spila? Já. Og hafið haldið ykkur við gítarinn eða hafið þið prófað fleiri hljóðfæri? Við æfum á selló áður en við byrjum á gítar. Nú, ok. Í ykkur 1-2 ár minnum mig. Og var það gaman? Mamma ertu alltaf að ýta eftir okkur alltaf til þess að fara á æfa, sko. Já. En svo kom gítarinn og þá var þetta ekkert vandamál? Nei, það var bara Ástur að spila síðan, sko. Já. Og alltaf saman tveir spila og syngja? Já, alltaf. Og þú svona heppnir að hafa hvern annan? Já. Það væri kannski mun einmannlegur að vera bara einn? Já. Hafið þið eitthvað tímann mist áhugann, nenntu sig ekki, hættum þessu? Nei, það var aldrei komið, sko. Nei. Þurfum við ekki að peppa hvern annan mikið, nú verðum við að fara að æfa okkur. Nei, það er bara að setjast niður og æfa, sko. Er það það sem þið gerir svona eftir skóla? Já. Eru þið ykkur fótbolta, íþróttum með einhverju? Við vorum með fótbolta en ekki lengur. Nei? Við erum svona... Nú er það bara tónlistin? Já. Mikið að gera? Já. Þið eru í 9. bekk og farið í skólan alltaf á Ólafsfjörð, þar er unglingadeildin. Já. Og þetta er ekkert mál, þetta er að venjast. Já, þetta er alltaf að koma. Já. Litlu krakkarnir koma hingað. Já. Og mamma ykkar skrapp og sótti ykkur einmitt til að þið kæmist hingað í þáttinn. Já. Ekkert mál að fá frí. Nei. Þið eru sko með útvarpsþátt líka, segið okkur aðeins frá því. Það er fyrsta 5. dag í mánuðinum erum við með útvarpsþátt á útvarp Trölla. Já. Það er hægt að hlusta á hann bara á netinu á heimasíðunni. Já, trölli.is. Já. Og heitir ykkar þáttur eitthvað? Heitir Þorvaldssynir. Já. Og talið þið það bara og spilið lögin ykkar, eða uppáhaldslögin ykkar, eða eru það að spila og syngja, hvað gerið þið í útvarpinu? Já, við sem sagt höfum dálítið valið bara eitthvað tónlistamann eða eitthvað þema eða eitthvað. Já. Bara spilum þá bara lög eftir hann eða með hún. Og verið að kynna fólki sögunar og svona. Já. Svo Ykkur þetta gaman? Já. Svo tökum við svona cover af lögum. Já. Alltaf. Bara beint í útvarpið. Já. Og eru þið ekki líka að spila og skemmta svolítið mikið? Jú, það er mjög mikið. Eins og hvar? Við vorum bara hérna daginn á Rauðtúku að spila þar. Bara tónleikar með ykkur? Já, það var eitthvað hérna skíðamót í gangi, hérna fjallaskíðamót. Já. Svo vorum við líka í hljómsveit. Hún heitir Ronja og Ræningarnir. Það eru þá fleiri en þið? Já. Við erum búin að spila alls staðar núna. Já. Seinustu daga. Og svo eru þið með YouTube-rás, þar sem þið eru að gefa út ykkar hvað, eigið efni? Eða er það bara cover? svona ábreiður af cover, lög. Hvernig, ef fólk vil njósna ykkur á YouTube, hvar finnur það ykkur? Bara á YouTube. Undir Þorvaldssynir? Já. Já, Tryggvi og Júlíus. Tryggvi og Júlíus. Já. Hvert stefnið þið með tónlistina? Vitið þið það eitthvað? Það væri gaman að fara, það var alltaf verið draumur að fara í Eurovision alltaf. Eurovision? Já. Já. Það er alltaf verið draumur. Ok, hver veit nema hann rætist? Já. Ef þið haldið svona vel á spöðunum? Já. Aldrei að veita. Og þið ætlið líka að tróða upp, er það ekki eitthvað helgina eða hvað? Er það eitthvað að spila helgina? Já, það er afmælishátíðinni? Já, það er ferming hérna og við erum að spila þar. Er það í fermingamessunni? Já. Já. Og svo í Íþróttahúsinu líka, það sem verður svona eitthvað að vera. Já. Og spila þar með hljómsveitinni. Með Ronju og Ræningarnir? Já. Hverjir eru í hljómsveitinni með ykkur? Er það stór hljómsveit? 7. Já, 7. Og alls kyns hljóðfæri þá sem bætast við gítarinn ykkar? Já, bassi, píanó og trommur. Og hverjir syngja? Það eru við og ein önnur af söngarna. Og alls konar lög sem þið eru búin að æfa? Já. Eru þið búin að negla dagskrána fyrir helgina? Já, við erum nú bara með eitthvað 2 lög, held ég. En það er svona, það er alltaf verið klárt. Já, hvaða lög eru það, má segja? Já, það er Sweet Child of Mine og Havana. Já. En þið ætlið líka að taka fyrir okkur lagið í þættinum og enda þannig þennan föstudagsþátt hérna frá Siglufirði. Hvaða lag ætlið að taka? Við ætlum að taka lagið Sökudólgur Óskars með nýdansk. Já. Bara takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur svakalega vel í tónlistinni. Já, takk fyrir. Takk. Og með því endum við föstudagsþáttinn hérna frá Siglufirði. Þorvaldssynir, Tryggvi og Júlíus taka fyrir okkur lagið. Takk fyrir og sjáumst að viku liðinni.
áður en ég fæddist var ég færður í tilsniðna flýg til að tryggja hvaða búningi ég klæddist utandyr í Reykjavík augnabliki áður en ég fæddist var mér fært í hendur þétt skrifað blað veit ekki hvaða villa í því slæddist sem að færði til mín ákveðna stað öllu á raunguna snúið öllu virðist vera á botninn hvolft og allt sem var til bara búið og gufað upp í loft vill einhver skýra út hvað að gerast hvað að eiga sér stað segja mér við hvernig að sakast og ég viti hvað að viti hvað að augnabliki eftir að þú andast og finnur loksins þér rétta flöt þá fyrst verð nú málið alltaf vandast því þá allt of seint að skipta föt og öllu á raunguna snúið öllu virðist vera á botninn hvolft og allt sem var til bara búið og gufað upp í loft vill einhver skýra út hvað að gerast hvað að eiga sér stað segja mér við hvernig að sakast og ég viti hvað að vill einhver skýra út hvað að gerast hvað að eiga sér stað segja mér við hvernig að sakast og ég viti hvað að viti hvað að viti hvað að